að fara í svona hugleiðslubæn og hún virkar þannig að við bara lokum augunum og förum út úr þessari sýnilegu veröld inn í hérna ósýnilegu veröld, hérna andlegu veröld, þar sem að heilagur andi og starfar. Þar sem að Jesús þar sem að hásæti Föðurins og Guðsríki. Og ég ætla bara að biðja heilagan andi að leiða þessa hugleiðslubæn og þið megi endurtaka hana eftir mér. Upphátt ef þið viljið, en líka bara í hjartan ykkar. Gera þessa bæna ykkar bæn og síðan á einhverjum tímapunkti í hugleiðslubænin þá mun ég biðja bara beint fyrir ykkur og það ger ég bara þegar ég finna heilagur andi kominn að biðja. Og annars ætlum við bara að koma okkur þægilega fyrir, hvort sem við sitjum eða liggjum. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Faðir, og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að gera stórkostlega hluti hérna í kvöld, þú ætlar að lækna, þú ætlar að gera kraftaverk og tákn og undir og við komum til þín, Faðir, með hjartað fullt af væntingum. Væntingum þinn stórkostlega, undursamlega kraftaverkakraft. Væntingum bænasvar, lækningu, nýja von, nýjan kraft sem mun fleyta okkur þangað sem að þú vilt fara með okkur í Jesú nafni. Og ég ætla að bjóða þér bara að draga djúpt inn andann og bara leggjast í Föðurinn. Leggjast í hvíldina hans núna í Jesú nafni. Og ég ætla að bjóða þér að endurtaka eftir mér í hjartanu eða uppátt ef þú vilt. Faðir á himnum, kæri Jesús, ég trúi á þig, ég treysti á þig, Jesús, og ég tek við fyrirgefningu þinni núna. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur fyrirgefið alla mínar syndir. Og ég tek, Jesús, við öllu því stórkostlega verki sem þú vannst þegar þú gafst líf þitt á krossinum. Verk sem miklu, miklu, miklu stærra og miklu meira heldur en að ég get nokkuð tíma skilið eða náð utanum. Eins og lítið barn. Bara tekið við þessu verki þínu og þessari gjöf, Jesús. Og ég set þessa gjöfin í hjarta mitt og ég þakka þér fyrir. Ég þakka þér fyrir að þú elskar mig svo mikið að í þínum augum ég svo dýrmæt, svo dýrmætur að þú gafst son þinn til þess að deyja á krossi svo ég yrði hólpin, svo ég gæti endurfæðst og öðlast heilagan anda. Og ég tek við þessari gjöf núna, Jesús. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi. Að þú þekkir mig. Að þú elskar mig eins og ég er. Ég vil þekkja þig, heilagur andi. Ég vil kynnast þér betur. Og mig hungrar og mig þyrstir í þig og meira af þér. Og það er þrá í hjartanu mínu eftir því að lifa í þér og með þér og í þínum krafti. Og ég bið bara nærveru þína, heilagur andi. Ég bið úthellingu þína, heilagur andi. Og ég gef þér hjarta mitt.
núna. Í Jesú nafni, þá gef ég þér iðrun mína. Fyrir öll þau skipti sem að hjarta mitt vék frá þér, Faðir. Fyrirgefðu. Í Jesú nafni. Ég vil að deyja gagnvart sjálfinu. Ég krossfesti holdið með ástríðum þess og gindum og ég gef mig algjörlega þér á vald, heilagur andi. Þú ert velkomin. Takt þú stýrið. Takt þú stjórnina, heilagur andi. Verði þinn vilji, en ekki minn. Faðir á himnum, með djörfung í hjarta þá kem ég fram fyrir hásæti þitt. Ég kem vegna Jesú Krists. Ég stend frammi fyrir þér vegna þess að blóð Jesú Krists hefur hreinsað mig af allri synd. Og ég kem fram fyrir þig vegna fyrirheitsins. Drottinn Guð, þú segir í orðinu þínu að þú myndir úthella anda þínum yfir alla menn. Og ég bið þig að úthella anda þínum yfir okkur núna. Í Jesú nafni, úthelltu anda þínum yfir okkur núna og við tökum við þér, heilagur andi. Með opið hjarta, með opinn hug, með opinn anda. Komdu, heilagur andi, og fylltu hvert hjarta. Fylltu hvert heimili, fylltu hvert líkama, fylltu hvert brotinn stað, læknaðu allan sársauka, fylltu hvert þann með von sem hefur misst vonina að upplifa vonleysi, fylltu hvert þann sem hefur verið að reyna og rembast í eigin krafti og í eigin mætti. Við biðjum eld þinn. Við biðjum frið þinn og við biðjum kærleika þinn, heilagur andi. Gefðu okkur djörfung og hugrekki og dirsku. Hreinsaðu hjart okkar og læknaðu okkur. Í Jesú nafni, veitt okkur frelsi þitt. Í Jesú nafni þá brýt ég vald óttans, ég brýt allan kvíða og ég hasta á alla þreytu, allan doða, alla skömm og alla vantrú. Í Jesú nafni reki þetta út núna. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú kemur núna og þú blæst lífi inn í það sem hefur verið dautt eða sofnað. Tendraðu eldinn þinn. Stækka þann. Í Jesú nafni leyfðu eldi þínum að brenna upp allt það sem ekki frá þér núna. Amen. Ég bið að opna eyru okkar og opna hjart okkar fyrir þér og því sem þú ert.
Heilagur Andi. Við viljum sjá þig, við viljum heyra í þér, við viljum hlusta á þig þegar þú talar til okkar í Jesú nafni. Gefðu okkur tungutal sem að höfum ekki öðlast nú þegar í Jesú nafni. Leyfðu okkur að biðja í tungum til þín. Opnaðu augu okkar fyrir Jesú Kristi og því hversu stórkostlegur, undursamlegur og magnaður hann er. Heilagur Andi, komdu því til leiðar sem að Faðirinn hefur áætlað, sem að Faðirinn hefur ákveðið í Jesú nafni. Tala ég heilagan anda yfir frelsiskirkjuna. Ég tala heilagan kraft heilags anda yfir alla þá sem eru að hlusta og horfa hvort sem það er núna eða seinna. Guð er ekki bundinn af tímasetningum. Guð er ekki bundinn af rúmi eða fjarlægum. Guð getur unnið í gegnum skjá. Hann getur unnið í gegnum hvað sem er í Jesú nafni. Heilagur Andi, settu rödd þín inn í hjarta okkar. Að við megum heyra rödd þína skýrt. Að við megum heyra þína raust. Þegar þú talar til okkar að því að þú ert hirðirinn og við erum sauðirnir og við þekkjum rödd þína. Við þekkjum rödd þína og ég bið að þín rödd tali skýrar og herra heldur en nokkur önnur rödd í okkar hjarta, í okkar huga, í Jesú nafni. Og ég bið fyrir trú okkar. Aukt okkur trú. Gefðu okkur trú sem að þekkir þig, heilagur Andi. Sem að tekur við þér og þínum opinberunum. Sem að játar Jesú Krist sem drottinn. Og ég þakka þér fyrir, heilagur Andi, úthellingu þína. Ég þakka þér fyrir að þú ert að flæða yfir okkur og með okkur þangað sem þú vilt fara með okkur, eins og flóðbylgja. Og ég þakka þér fyrir að þetta er ekki undir okkur komið, heldur er þetta þú sem vinnur verkið. Ég bið þig, heilagur Andi, ég bið þig, Faðir, að setja hlýðni inn í hjarta okkar, hlýðni við þig og þitt orð, skilyrðislausa hlýðni við þig og þitt orð í Jesú nafni. Settu þolgæði inn í hjarta okkar. Að við megum bíða og vera þolinmóð þegar sá tími er til þess að bíða og vera þolinmóður. Að við megum stíga fram í trú þegar sá tími er komin að stíga fram í trú. Við biðjum, Drottinn, að frelsiskirkjan sé kirkja þar sem að kraftur heilags anda er raunverulegur, þar sem að kraftur heilags anda, kraftaverkakraftur, lækningakraftur starfar á hverjum einasta degi í lífi allra þeirra sem að eru að taka þátt og hlusta og horfa. Í Jesú nafni, Faðir á himnum, við segjum já við þér. Við segjum já við þeirri köllun sem að þú hefur fyrir líf hvers og eins okkar. Við segjum já við þér, heilagur Andi. Við segjum já við þínum vilja, Faðir. Við segjum já við eldinum þínum og við segjum já við úthellingu þinni, heilagur Andi. Í Jesú nafni. Heilagur Andi, er að snerta hjartað núna. Amen. Í Jesú nafni. Heilagur Andi, er að snerta hugan þinn núna. Í Jesú nafni. Heilagur Andi, er að snerta tilfinningalíf þitt. Hverja einustu frumu í líkamanum sem að fyllist af ljósi Jesú Krists. Í Jesú nafni, þú ert læknuð, þú ert læknaður. Í Jesú nafni, þú ert heil, þú ert heill. Í Jesú nafni þá flæðir kraftur heilags anda yfir þig, í gegnum þig og inn í þig eins og lifandi vatn sem að skólar burtu öllu myrkri. Í Jesú nafni þá hasta ég á allt myrkur sem að hefur verið að elta þig eða koma gegn þér og ég rek það á burt og allir þeir sem hafa verið með kvíða eða ótta, hann er farinn núna og
öryggi Guðs og friður Guðs og kærleikur Guðs flæðir inn í staðinn. Og heilagur andi að eiga við hjarta þetta sem að segir fullvissa og trú að þú ert í skjóli hins hæsta og hinn vondi getur ekki snert þig. Hann kemst ekki nálægt þér. Og ef hann reynir þá talar þú út í trú og rekur hann burt. Af því að þegar Jesús gaf líf sitt á krossinum þá vann hann sigur yfir öllu illu og hann tók völdin tilbaka frá hinu illa og gaf okkur það. Og þú hefur vald og þú hefur fengið kraft og mátt frá Guði almáttugum sjálfum og þú rekur burt óttann og hann flýr. Það er myrkrið sem flýr undan þér, ekki öfugt. Og þú stendur stöðug eða stöðugur og þú óttast ekki. Af því að aftur og aftur hefur Guð sagt í orði sínu, ekki óttast, ekki hræðast. Og þessi vers, þau flæðin í hjartaðið núna og þau umbreyta því. Og þú óttast ekki. Og þú hræðist ekki og djörfung og hugrekki og kraftur heilags anda býr innra með þér og flæðir frá þér. Og þú ferð út í þennan dimma heim og þú skínir ljósinu þínu. Þú skínir ljósi Jesú Krist í allar áttir sem þú ferð. Og af munni þínum gengur blessun, af munni þínum gengur ljós. Og af munni þínum gengur von og trú í Jesú nafni í hverju orði sem þú mælir er ljós. Og Drottinn hefur sett innsigli á varir þínar þar sem að ekkert óagað heimskutal getur komið út nokkuð tíma framar. Í Jesú nafni þá mælir þú það eitt sem að byggir upp, sem að blessar, sem að elskar. Bæði við þig sjálfan og sjálfa en líka út á við aðra. Og heilagur andi að eiga við fókusinn þinn, við athyglina þína. Og það er svo mikil blessun sem að flæða inn í fókusinn núna út eftir að taka eftir í næstu daga og næstu vikur. Það eina sem hún sérð er Jesús. Er það fallega í kringum þig. Þú sérð ljósið í sérhverri mannesku sem þú hittir. Og þegar þú ferð út í búð eða hvert sem þú ferð, þá heyrirðu að þú ert að blessa fólki í Jesú nafni. Þú ert að biðja fyrir fólki, jafnvel ókunnugu fólki sem þú þekkir ekki neitt, bara þegar það er að mæta þér einhvers staðar og þú ert að tala blessun út yfir þetta fólk. Og þú segir, Jesús, læknaðu hana, læknaðu hann. Í Jesú nafni þá blessa ég þessa mannesku. Í Jesú nafni þá blessa ég þessa konu sem er ófrísk. Í Jesú nafni blessa ég ófædda barnið hennar. Í Jesú nafni tala ég líf og lækningu. Í Jesú nafni þá brýt ég þessi bönd sem að hinn illi hefur reynt að setja á þig eða sett á þig. Í Jesú nafni þá rek ég burt þetta myrkur sem er að koma gegn hugsunum hennar eða hans í Jesú nafni. Og þegar þú byrjar að tala út þessa blessun, þegar þú byrjar að biðja fyrir fólki, þá opnast himinninn og heilagur andi hellist yfir þig og þitt líf. Og það verður blessun ofan á blessun ofan á blessun og ég tala þetta út núna. Opnaðu himinninn, Faðir, og útheltu heilugum anda yfir okkur öll. Útheltu blessun þinni, útheltu allsnægtum þínum og lækningu þinni. Útheltu ljósinu þín yfir okkur í Jesú nafni. Að við megum lifa og hvílast í þínu skjóli. Að því að við erum börn þín. Við erum synir og dætur hins hæsta. Hluti af konungsfjölskyldu Jesú Krists. Og sem slík getum við gengið með höfuðið hátt. Sem slík getum við elskað okkur sjálf skilyrðislaust eins og Faðirinn á himnum elskar okkur. Sem slík megum við trúa því að við séum dýrmæt og mikils virða, við séum mikilvæg og Guð hefur gefið okkur tilgang. Megir þú finna þennan tilgang nú. Í Jesú nafni bið ég heilagan anda að gefa þér sýn. Ég bið heilagan anda að setja sýn inn í hjartað þitt. Og hann að sýna þér
þína framtíð. Hann að sýna þér það stórkostlega sem hann hefur í vændum fyrir þig og þitt líf og hann að sýna þér hvernig hans kraftur mun flæða í gegnum þig af því að þú ert kerið hans. Opnaðu fyrir heilugum anda núna. Segðu komdu inn heilagur andi. Ég opna fyrir þér. Flæddu inn og verði þinn vilji í Jesú nafni. Og nú ætlum ég að biðja heilagan anda að biðja fyrir ykkur. Og það sem kemur upp í huga mér núna svona ótti sem svo ofboðslega margir að glíma við. Og það ótti við að vera ekki nóg. Ótti við að vera ekki nógu góður. Og það sem kemur upp í hjarta mitt að það ótti við menn. Og heilagur andi að bara lækna þennan ótta núna í hjartanu þínu. Og í staðinn setur hann inn heilbrigðan, heilagan Guðs ótta. Og heilbrigður, heilagur Guðs ótti ekki ótti í venjulegum skilningi heldur bara lotning og virðing fyrir Guði. Og þú óttast ekki menn. Þú þjónar ekki mönnum heldur Guði. Í Jesú nafni. Og þetta mun breyta allri þinni sjálfsmynd, öllu þínu hugafari og öllu þínum samskiptum, ekki bara við sjálfa þig, heldur líka við annað fólk. Þú ert ekki að mæta fólki í einhverjar skortstöðu að þú þarfnast eitthvað frá þeim eða það eitthvað broti í sjálfsmyndinni. Þú mætir fólki í öryggi, í friði. Þú getur borið höfuðið hátt og þú bara situr vel í þér, vitandi það í hjartanu hver þú raunverulega ert í Jesú Kristi, hver þú raunverulega ert í föðurnum og himnum. Takk, Jesús. Og það eitt sem kemur upp núna svona framtíðar áhyggjur af framtíðinni og ótti við dauðan. Og með því valda þeim mætti sem sjálfur Guð almáttugur hefur falið mér, þá reki út þennan ótta í Jesú nafni, þá reki út þennan dauða. Jesús Kristur, hann hefur sigrað dauðan. Og ég bara býð þér núna að taka við þessum sigri Jesú Kristi inn í hjarta. Bara taktu við sigrinu núna og þú finnur strax í hjartanu þínu að þú óttast ekki lengur dauðan. Af því að dauðinn hefur ekkert vald yfir þér. Hann hefur ekkert vald yfir þér eða þínu lífi. Aldrei að eilífu muntu deyja því að þú átt eilíft líf í syni Guðs Jesú Kristi fyrir það verk sem hann vann á krossinum. Og það gjöf fyrir náð yfir hólpinn. Réttlætt fyrir trú á hann. Halleluja. Og það sem kemur upp núna það sem ég nefndi áðan og eitthvað sem ég hef svo lengi verið að upplifa í mínu samfélagi við heilagan anda, og það biðin. Og Guð, mér finnst Guð vera að tala til mín að það eru svo margir sem eru búin að vera að bíða eftir blessun Guðs, lækningu Guðs, loforði Guðs. Og Guð svona Guð skyndileikans og hann segir ekki gefast upp á að biðja og bíða. Hann sagði skyndilega mun ég úthella blessuninni, skyndilega kemur lækningin í Jesú nafni. En hann að vinna og hreinsa hjart okkar og auka trú okkar. Af því að trúfestin okkar, trúin okkar margfalt dýrmætari heldur en alltaf gull og demantar og gimstenar sem til eru.
Og Heilagur Andi að gefa þér trú núna, trú sem að mun ekki bregðast þér. Trú sem að stenst. Hvaða erfiðleika, hvaða þrengingu sem er. Og það er trú Jesú Krist sem að lifir innra með þér og býr í þínu hjarta. Og það sem ég bara skynja núna er að það eru tímar framundan sem eru óvenjulega stórkostlegir. Óvenjulega stórkostlegir tímar framundan. Og við fáum einhvern veginn öll að vera hluti af því og taka þátt í því og upplifa það og njóta þess og blessast af því. Amen. Amen.